Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, segir að það hafi verið mistök af sér að láta ekki af völdum tímabundið og fara í veikindaleyfi þegar hún greindist með alvarlegan sjúkdóm í haust. Einnig hafi hún gert pólitísk mistök með því að rjúfa ekki mun fyrr stjórnarsamstarfið við Sjálfstæðisflokkinn. Förum fyrst af þeim degi sem að þú hneggst niður á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Þetta var eftir því sem kemst næst 23. september. Við erum með myndir að þér einmitt á allsherjarþinginu þar sem þú ert mjög hraustlega að sjá. En svo gerist þetta og hvað nú gerist? Það sem gerist bara að ég hef nýlokið við að halda ræðu stöðu kvenna og þróunaraðstoð í Afríku og sitt í pallborði og skynja þá allt í einu að það eins og það sé að líða yfir mig og jörðin fer bara að snúast fyrir augunum á mér og mér líður eins og ég sé bara bullandi sjóveik. Og hafðir ekkert fundið fyrir? Ekki neitt. Það var engin aðdragandi að þessu. Þetta gerist bara skyndilega og ekki einu sinni höfuðverkur. Og ég einmitt þeirrar gerðar ég fæ aldrei höfuðverk. Þannig þetta var algjörlega nýtt fyrir mér. Og síðan ég flutt á sjúkrahús og þar greina þeir á Mount Sinai sjúkrahúsinu í New York að það heilaæxli sem að þessu veldur og það var auðvitað komið algjörlega á óvart. Og það var ákveðið að skera mig þá upp viku síðar við þessu æxli. Og það að greinast með heilaæxli, það var náttúrulega dálítið dramatískt að fá þann úrskurð. En svona var þetta bara og ég hef sagt að það náttúrulega tölfræðin segir okkur að alltaf svo margir sem greinast með heilaæxli á hverju ári og því ekki ég. Ég meina ég hef enga sérstaka rétt á því að vera þar undanþegin, þannig að ég tók þessu svo sem bara eins og hverju öðru hundspiti og þetta var ekkert mikið áfall fyrir mér að það skyldi vera svona og síðan, en þetta var náttúrulega allt mjög dramatískt vegna þess að síðan það sama daginn og ég skorin upp í New York, þá hrynur Glitnir, þá byrjaði þetta ferli allt saman, þannig að allt var þetta dálítið dramatískt. En svo má ég segja því ég sagði að það hefði ekki verið mikið sjokk fyrir mér þegar ég þurfti að skera mig þarna í New York. Áfalli kom kannski aftur núna þegar ég fór til Stockholms og átti að fara í geisla, en sem enduðu síðan með því að þeir ákvaðu að skera aftur. Það var dálítið áfall að vera skorin í annað sinn. Já, varstu hrædd þá? Já, það var einhvern veginn, mér fannst það miklu dramatískara, mér fannst það erfiðara að gangast undir í annað sinn. En nú hefur maður heyrt á gagnrýni að frá stjórnarandstöðunni reyndar fyrrverandi stjórnarandstöðu að þegar fólk veikt þá veigri pólitískir andstæðingar sér við því að gagnrýna það og það fá einhvern veginn aðra meðferð vegna þess að það sé bara mannlegt. Hvað segir þetta? Og menn segir þá bara að fólk alvarlega veikt á að draga sig í hlé. Já, í fyrsta lagi vil ég nú segja það með að gagnrýna fólk sem veikt. Þá það örugglega alveg rétt að fólk geri það síður, en í pólitíkinni á auðvitað gagnrýnin ekki að vera persónuleg. Hún snýst ekki persónur, hún snýst flokka og hún snýst það sem flokkar að gera. Og það auðvitað alveg hægt að gagnrýna Samfylkinguna og það nógu mörg breið bök í Samfylkingunni til þess að taka á þeirri gagnrýni þó að ég sé hugsanlega hafi verið fjarri vettvangi á einhverjum tíma eða veik. Þannig að þetta á ekki að vera persónuleg gagnrýni, þetta pólitísk gagnrýni og henni á að vera hægt að beina að flokknum þrátt fyrir veikindi mín sem forystumanns. En svo með það að fólk sem veikt að draga sig í hlé. Í bili? Já, auðvitað eiga allir rétt á sínum veikindaleyfum en svo einstaklingurinn alltaf að meta það og hvort hann fær að starfa áfram eða ekki. Vegna þess að það má aldrei líta á veikindi sem einhvern endanlegan úrskurð, einhvern dóm. Mér finnst til dæmis ef ég myndi ákveða núna að stíga alveg út úr allri pólitík að því ég að glíma við þessi tímabundnu veikindi og ég veit það, eins víst það og sólin kemur upp á morgun, að ég mun verða heilsu. Þá finnst mér ansi hart að láta veikindin yfirtaka líf mitt og verða miklu stærri hluta af lífi mínu heldur en ástæði til. Þannig að það ekki, fólk á ekki dæma fólku leik þó það veikist tímabundið. En snúum okkur þá að þinni pólitísku stöðu í dag, samkvæmt könnun Stöðvar 2 vilja 70% samfylkingamanna að Jóhanna leiði Samfylkinguna í komandi þingkosningum, 16 vilja þig, 16% og 12% Jón Baldvin. Hvernig skýrir þetta litla fylgi þitt? Já, mér finnst í fyrsta lagi ekkert sérkennilegt þó að Jóhanna hafi svona mikið fylgi til þess að leiða Samfylkinguna í komandi kosningum. Jóhanna okkar vinsælsti stjórnmálamaður og hefur verið það lengi og ber höfuð og herðar yfir alla aðra í því sambandi. Hún forsætisráðherra
og auðvitað hún okkar svona sýnilegi forystumaður á þessu augnabliki. Þannig að, og ég sjálf persónulega mjög stolt af því að hafa átt hlutdeild í því að gera Jóhönnu að forsætisráðherra. Auðvitað hef ég veikst, það náttúrulega að segja sér sjálft, í undanfarnir 4-5 mánuðir, 5 mánuðir, hafa verið mér erfiðir, pólitískt og heilsufarslega. Þannig ég hef eiginlega verið sýnileg í veikleika að undanförnu en ekki styrk.